Í hvaða hópa skiptast vöðvar líkamans? Þeir skiptast í það sem við köllum rákóttavöðva. Það eru vöðvar sem við stjórnum sjálf. Það eru vöðvarnir sem við notum til þess að hreyfa líkamann. Vöðvar kunna bara að toga, þeir kunna ekki að ýta. Þannig að þegar ég toga hingað, þá eru vöðvar sem að styttast og toga hendin að mér. Þegar ég ýti hendunum frá mér, þá eru það aðrir vöðvar hérna hinum megin sem að toga þá í þessa átt. Hljómar pínu sérkennilega þegar ég segi hvernig við togum þegar við ýtum frá okkur. En það er af því að beinin snúa svona, vöðvi sem togar hérna megin, hann togar í sin hér sem fer út fyrir og togar þetta svona niður. Þetta eru vöðvarnir sem við stjórnum. Það er einn vöðvi hérna þó sem að hefur ákveðna sérstöðu. Af því að allir vöðvar líkamanns eru tengdir við eitt bein og svo við annað. Af því að þeir toga þetta bein að þessu beini. Það er einn vöðvi sem gerir það ekki. Það er tungan í okkur. Hún er bara fest í annan endan og tungan er í raun ekki, þanniglega að séð ekki einn vöðvi heldur margir, af því að þar toga vöðvarnir svolítið hver í annan. Síðan eru það sléttir vöðvar. Það eru vöðvar sem við stjórnum bara ekki neitt. Þetta eru vöðvarnir í æðunum okkar, í slagæðunum sem að ýta blóðun áfram. Þetta eru vöðvarnir í vélendanum sem ýta matnum hon í maga. Þetta eru vöðvarnir í meltingafærunum sem ýta gumsunu áfram. Þau eru sléttir vöðvar hinga og þangað. Í legi kvenna eru sléttir vöðvar sem það stjórn ekki þegar það þarf að ýta barninu út við fæðingu. Þannig að þessir vöðvar eru út allt en þeir eru þunnir og við stjórnum þeim ekki. Svo er það einn vöðvi sem hefur algjöra sérstöðu. Það er hjartavöðvin. Hjartafrumurnar í hjartan eru líkar rákóttuvöðvunum en við stjórnum hjartavöðvanum ekki neitt heldur. Þetta eru stuttarfrumur og þær þurfa að vinna stöðugt, alltaf. Af því að hjartað er alltaf að slá. Nær að vísa hvíla sig á milli slaga og það sé nú ekki langt að þá er það samt nóg til þess að frumurnar ná aðeins að hvíla sig. Þannig að við stjórnum þessu ekki neitt, en við stjórnum þessu, en það eru þó til rákóttir vöðvar sem við erum ekkert endilega að stjórna. Það eru til dæmis vöðvarnir sem fá okkur til þess að anda. Ég þarf ekki að muna eftir því að anda, líkaminn stýrir því sjálfur, en af því að þetta eru rákóttir vöðvar sem sjá um öndunina, þá get ég ákveðið, heyrðu, ég ætla að hætta að anda. Líkaminn að vísu stoppar mig í því, en ég get tekið stjórnina á þessum þó svo sumir þeirra virki sjálfkrafa. Þegar við sofum, þá erum við að brölta helling, ég er ekki að taka ákvörðun um það. Það er eitthvað sem líkaminn er bara að gera sjálfur. Þannig að við stjórnum þessu og ekki þessu.